Góða kvöldið og velkomin í Þreifangsleikhúsið. Ég vil biðja ykkur að slökkva á öllum þeim fjarskiptatækjum truflað gætu gangverk leikverksins hér í kvöld. Góða skemmtun! Neðanmáls við opinbera sögu. Umbrotatímar krefjast mikilhægra manna. Mörg þar hetjan eins og dæmin sanna. Sumar þar stefna frægð og frama, fullar af eldmóði Napóleons drama. Sem felst í því að auka frekar eigin hag og eldað sinn í kökurskar, nótt og dag. En okkar hetja... En okkar hetja öðruvísi gerð. Þar hinn litli maður einn á ferð, sem færir metið mikilvægi sitt í mannkyns sögulegum En býr í Prag og braskar þar með hunda og bjórinn þiggur milli vinnustunda og segir hér, ef þú rækist á hann, ég heiti nú Sveik og þennan litla mann, Mína dömur og herrar, mál að hefja leik og hlýða á góða dóttan Sveik og hvernig gekk að stríða. Klukkan 6 fyrir stríð. Tík, takk, tík, takk, tík, takk, tík, takk, tík. Má ekki bjóða þér meira, herra Sveik? Jú takk, frú Pálivek. Nú eru þeir búnir að drepa Ferdinand okkar. Hvort er það Ferdinand hrifsaði, frú Pálivek, eða Ferdinand sem týnir upp hundaskipt? Það er ekki hertuginn Fransi, Ferdinand. Aftur kjafti heimskapelja. Það er engin pening fyrir því að útdeila pólitísku skoðunum. Það er bjór og ekkert annað. Okkar líklega er einhver að skipta sér því sem okkur kemur ekki við. Einn Melkopopóvits í handa þér, herra Sveik. Ég var nú bara svona rétt að nefna. Svoleiðis er nú það, já. Svoleiðis er nú hvað þar að segja? Hei, gott kvöld, herra Bretsnæður. Þetta er venjulega. Svoleiðis er hvað, herra Sveik? Upphafið, herra Bretsnæður. Einn Melkopopóvitski handa herra Bretsnæður. Þetta voru líklegast Tyrkir, vegna Bosníu og Herselgóvínu. Þjóðverjar, þeir standa líkast til með Tyrkjum. Rússar, þeir hata Tyrki og verða því með okkur. Og Frakkar með 1871 og alltaf, þeir verða líka með okkur. Og svo eru auðvitað Þjóðverjinn, eða keisarinn og Englandskonung og frændur, og þeim rennur nú líklega blóðu til skyldunar. Eins og sagt er herra Sveik, lítil svín hafa stór eyru. Gjörðu nú svo vel og drektu bjórinn. Já, mikið er. Þú vera viss, herra Sveik. Segir sig alveg sjálft. Ég þekkti einu sinni til veiðivarða frá Stið. Veiðiþjófar sköldu hann. Hann skildi eftir sig konu og 2 börn. Hvað gat auðmikið konan hann að gert en að giftast öðrum veiðiverði? En hann lét skjóta sig líka. Sem giftist hún þeim 3. og það var sama saga. Núna átti auðmikið konan 6 börn og svona fékk það einhvern veginn á tilfinninguna og hún myndi ekki finna hjónabandssæluna með veiðiverði. Því næst gekk hún eiga vatnavörð frá Sítsen en hann bara datt í vatni og drukknaði. Að lokum gekk hún eiga svínagjaldara frá Vodnjani sem bar hana til dauðaðkvöldið með gerningartönginni. Þegar að svínagjaldara var dregið fyrir dóm, þá beit hann í nefið á dómaranum og hafði uppi ljótorð Frans Jósi keisara. Hann var að sjálfsögðu hengur. Þannig að ef að hans hátign getur ekki sett sig við svona laga frá einhverju svínagjaldara frá Vodnjani, þá lætur hann ekki einhver Tyrkja komast upp við það að stúta ættingum. Eitt skipti fyrir öll, Sveik. Eins og hvað, herra Sveik? Eins og hvað, herra Bretsnæður? Hvaða ljótu orð sagði svínagjaldari, herra Sveik? Hver er vera Melkopopóvits? Ég myndur alveg þykja með... Skýt með það!
man það ekki alveg nákvæmlega, herra Brennstættir. Segðu mér það þá bara svona hér bilið. Jafnvel hér bilið horfið mér minni, herra Brennstættir. Segðu mér þá bara aðalatriðin, herra Sveig. Jafnvel aðalatriðin eru bara horfið mér minni, herra Brennstættir. Þetta drekk við bjórinni. Já, mikið. Palli! Varst þú ekki með mynd af keisaranum upp á veggjaðu? Jú. En ég tók hana niður vegna þess að flugurnar, það skeytir svo svakalega mikið á hana. Í kjölfar morðins á Frans Ferdinand smyglar leynilegur sem inn í öll svið daglega styrk í Prag og leitar af vísbendingum undirróður. Lítil svín með stór eyru. Og þar sem engar vísbendingar að finna í minnstu grunir undirróður harkalega flansur út. Neyðarástand lýst yfir. Neyðarástand lýst yfir! Halló! Hleypið mér út! Ég saklaus! Ég var börn á framfæri! Jóhannsson í minn mál, spila vist. Kom inn á síðasta spilin. Hann laði niður spaða kónginn, en hann hafði mistalið. 3 tropp, sagði ég. Bam! Eins og Ferdinand í Sarajevo. Ég vinn og ég lítið svín með stór eyru, sagði hann. Þú tap. Hefur þú lesið fréttirnar? Segir hann og sest bara niður óbeðinn. Nei, segir ég. Svo veist það ekki, segir hann. Nei, segir ég. Og hefur ekki áhuga, segir hann. Ég hef ekki áhuga neinu, segir ég. Ég algjörlega áhugaðis maður. Og ekki einu svona morinn í Sarajevo. Nei, segir ég. Ef einhver nógu vitlaus að láta skjóta sig í Sarajevo, á hans eigin ábyrgð. Já, hans asni. Anskóðsinn hirði helvitis flugurnar. Og ég ekkert með nefið annar af manna málum. Ég bara sel bjór og skipti mér ekkert af. Anskóðsins flugurnar. Hleypið mér út! Hleypið mér út! Ég er saklaus! Það var Jesús Kristur líka. Sjáum hvað gerðu við hann? Eins og það skiptir máli. Guð minn góður! Hleypið mér út! Ég er ríðfangasali! Það er engin afsökun! Ég er algjörlega áhugalaus og sjáðu bara! Svona. Til hvers er lögreglan ef ekki til að refsa okkur hinum þegar við erum að fara með rangt mál? Ég meina, fyrst við erum að skjóta erkihertug á þessa dagana, þá eru nú viðsjárverðir tíma. Okkur er ekki treystandi til þess að treysta okkur sjálf. Einhver verður að halda uppi lögum á reglum. En ég er saklaus! Ég er það rétt ekki! Kona í Kurti var eitthvað dæmt fyrir það að kirkja nýfædda tvíbura sína. Þótt bæði hún og ljósmóri sverðu að hún hefði aðeins fætt eina litla stúlku. Sem hún játaði að fúsum og frjálsum vilja að hún hefði kyrkt á mannkvæði. Það var samt tengt til tvöfald morð, sem segir manni í þessu. Hætti ég. En sumir hinna hér hafa beðið miklu lengur hefðinni. Ríðfangasalinn hér til dæmis. Fáðu mér að fíla! Ríðfangasali? Hvað er ríðfangasali? Hvað er ríðfangasali að vera að gera svona stað? Ríðfangasala er virðingavert starf. Ég get það ekki. Ég var rekinn og herþjónustu sakir heimsku af sérstakri löggildri nefnd. Ég er löggildur hálfgjár. Heyrðu þetta? Ég heyrði þetta. Þú ættir að reyna að vera sniðug við okkur. Þú ættir ekki að reyna að vera sniður við okkur. Ég gæti ekki verið sniðugur þótt ég reyndi. Þú erum að gera grín að okkur. Hann heldur að geta verið sniðugur. Við erum að kenna honum að gera ekki grín. Við erum að kenna honum að vera ekki sniðugur. Þið var þessu. Takk fyrir þetta. Og hvernig líkt fannst þú svona þegar litþjóðan skíthell? Það var kirkjugarðslykt. Gott. Jákvæð og glæpíðin eins og þeim er lýst að Brennstætti leynileugnumanni. Ég játa allt. Ægi verður að vera. Hvað væri það eiginlega á laga? Þegar ég gengdi herþjónustu. Haltu kjafti! Sjáum til þess að haldi kjafti, litþjóði! Ég skal sjá til þess að haldi kjafti. Halló. Ertu tilbúin að skrifa undir þessa játningu skíthell? Já, ef þú vilt. Ég vil það. Við viljum það. Yðar einlægur Jósef Sveig. Veistu hvað, Liðþjóði? Þetta er næstu ekkert gaman. Það þykir mér þetta er. Þú! Þú ættir að ángra litþjóðan ná! Þakka þér fyrir, Liðþjóði.
Þú eru fluttur refsirétt strax klukkan 6 í fyrramálið. Viltu nokkuð tjá þig, skítæð? Klukkan 6 í fyrramálið er mjög snemma. Getur nokkuð fengið vekjara klukku? Hann að gera það aftur, liðþjálfi. Hann greinilega ekki mjög líkt með mér þessi eða? Ég var að kenna honum. Hreinsaði snasáluna fyrir hann. Guggi Borg. Leikið yfir Fransúsið keisari! Meðan aðrir sofa rótt að mér hvíslar ástarstund óttar stund. Haltu mér. Er ekki allt í lagi með þig þessi? Jú takk, herra dómari. En þó hefur giktin aðeins verið að hrjá mig upp á síðkasti. Já. Ég hef ýmislegt fyrir sarnir, skal ég segja þér. Ég finn hunda, púluhunda, pomma og pinna og bara hvað sem er. Það er? Já. Ég finn blendinga, flökkuhunda og alls konar gúllasbastara og lita feldin á þeim með silfur ítrætt. Og ef dýrið er gamalt, þá gef ég því arsinni svo það hafa aftur smá styrk. Og rétt áður en ég afhendi því nýjum eiganda, þá gef ég því skott af plómubrenningum svo það skoppi eins og hvolpur. Og svona á milli viðskiptatækifæra hefur þér gefist færi á að myrða hans hátign Frans Ferdinand? Já, ef það stendur þarna þá því ekki neitt herri. Varstu beittur einhverju þrýstingi í höfuðstöðu lögreglunnar? Nei, alls ekki, herra dómari. Allavega ekki meira en ég átti skil. Þeir sögðu mér að skrifa undir og ég samþykkti það. Maður verður að sýna lögreglunni samvinnu. Hvar væri ríki án þess? Þú þarf hugsanlega smá hvíl. Já, þegar hún nefnir að herra dómari þá er ég pínulítið reynd. Ég þurfti að geyma hunda í herberginu mínu undanfæri og þýskur fjárhundur sem var eins og í kolliblendingu kert fyrir mig vöku halva nóttina við það að reyna við púðlu sem var einhvers konar terrierpommablendingur sem var útbúið fyrir gamla konu frá Ras, herra dómari. Herra dómari! Undirritaðir sérfræðingar ábyrgjast algeran andlegan hörleika Jósefs Sveig. Á Gjálsugarhúsinu kom nýji tíminn í heim. Og hún var þunguð af heilögum anda. Þunguð? Þetta var hræðileg fegurð. Dreppir honum sagt að dáðar vaki, drottningin er systir Jansen vaki. Bölgurinnar, naglarinnar, bölgurinnar, naglarinnar. Löndum við aðra blóðir góða, veru veldis blóða allra þjóða. Bölgurinnar, naglarinnar, bölgurinnar, naglarinnar, bölgurinnar, naglarinnar. Jafnvel þó að finnist blóðir á á, vilt að vinni gáður lífið fáa. Bölgurinnar, naglarinnar, bölgurinnar, naglarinnar. Þetta vex og vexir verður ríkir, þitt sér út á þættum dreifar síkir. Varinnar, naglarinnar, varinnar, naglarinnar, varinnar, naglarinnar. Seinna á ævinni viljist ég ávarp með þýhum daga minna á geðveikahælinu. Þar ríkir frelsið, jafnvel sósíalistum hefur ekki dreymt. Það getur verið páfinn, tsarinn eða jafnvel okkar eigin keisari. Einn maður en bæði heilagur synir og heilagur meðhöfnir og fær þess vegna tvöfaldar skammt í kvöld. Og sambandi við framkomu,
Maður getur sparkað, skriðið, slegist og öskur. Maður getur dansað og hefur gert eins og óður hund. Sem maður vil. Og engum dettur í hug að segja mann að halda kjafti eða maður er að skammast þín eða svona eigi maður ekki rakt. Og svo er maður veginn og skrúpa, nasa á og neglur, snist og klift og maður er jafn sæll og ljóður á daginn sem að maður fættist. Meðan ungir menn í stríði hæða, áttum við eða hlut að læða. Höldum inna næringar, höldum inna næringar. Fylgjum ossum á den bláa högna, fram í góð og sáður hús og högna. Lífum inna næringar, lífum inna næringar, lífum inna næringar. Jæja, litli maður. Ert þú Jesú? Nei, ég er Sveik. Sveik? Já, hann heitast. Hvað er Sveik? Það er ég. Er það eitthvað? Ég er ekki alveg viss. Ég hef allavega aldrei náð að verða neitt. Sjáðu til. Hérna inni verður að vera eitthvað. Hér er allir sem að eitthvað fyrir aðskil. Og ef þú ekki eitthvað, þá máttu bara eitthvað og hefur enga rétt á því að vera. En mér líkar svo vel hér yðar hátíð. Þá verður þú að koma með eitthvað betra en vera Sveiki karakter þarna. Ok, ég skal reyna. Já. Veistu, ég held að ég verði bara alltaf Sveik. Þá endist þú ekki lengi. Hvað er í gangi? Halló! Sveik. Hæ? Sveik. Þú verður nú að koma með eitthvað betra en þennan Sveik karakter. Hvernig getur þú búist við því að ég falli fyrir svoleiðis? Sko, móðir mín var frú Sveik og faðir mín var herra Sveik. Ég vil nú ekki smála minningu þeirra með að neita þætti þeirri tilveru minni. Gott og vel, herra Sveik. Geturðu sagt mér hvernig maður nær íður úr önd? Nei, það get ég ekki. En það hef ég aldrei verið í önd til þess að ná mér úr. Maður nær ekki íður úr önd, herra Sveik. Maður nær íður úr kú. Nú, en ég held þú ætti við Trúir þú á heimsenda? Ég trúi því að heimurinn sé hnöttóttur og hafi því engan enda. Er það rétt að svara? Nei, þú meður verið að segja að þú ert fallin. Ég veit, enda hef ég aldrei verið góður inn. Þú hefur engar ranghugmyndir og svör þín innihalda örður af viti. Ég verð því að útskrifa þig. En ég er Kolbjörn, hvernig getur þú útskrifa? Ég er læknir, þú ert fullkomlega heill á geði. En ég er Hólbjörn. Sannaðu það. Sannaðu að þú sért læknir. Þarna sérðu allt og skynsamlegt svar. Burt með það. En ég hef ekki fengið kvöldmatinn minn heldur. Hvernig getur þú útskrifa? Þetta er ekki sumarhótel, herra Sveik. Þetta er geggjun. Já, Svona nú þjótt. Haldið áfram með það sem þið voruð að gera. ekki fara, ég þarf að fá kvöldmatinn minn. Ég á eftir að fá kvöldmatinn minn. Nei. Út! Og þú líka! Út!
helvítis hóru kunda. Já, einmitt ég. Hvernig hefur haft það? Hvernig heldurðu? Ég hef 10 ár. Allt sem ég gerði var að segja dómarinn að mér væri hundaskít saman pólitík. Allt sem ég vildi gera var að selja bjóð. Hafðu engar áhyggjur, herra Pallveig. Þetta verður allt saman búið eftir nokkra vikur. Þeir verða að hafa aga á hlutunum þangað til og með þeir býðu þess að það eru búið, það getur við látið þess og ekkert hafi í skorist. Maður ánefnilega ekki vera óþarlega æstur við hlutum sem að getur hvort þið ekkert ráði við. Þetta minnir mig á verk sem Páfinn kenndi okkur á hælinu þegar við vorum við æfingar í garðinu. Þá völdum einhverja tölu, 13 til dæmis, og svo hrópuðu hann eins hátt og við gátum. 13! 13! 13! Og veggfærendur sem gengur framhjá urðu forvitnir og sögðu hver við annan. Hvað ætli þessi að vera þarna hinum með vegginn þar sem allir eru að hrópa 13? Og svo var gat á veggnum og auðvitað gátu veggfærendur ekki staðist að kíkja í gegnum gat. Og þá, leiftusnögt, potaði Páfinn í augað á forvitna veggfærendunum með staf heilags Péturs. Þetta var reyndar rörbútur af kamminu. En þá hrópuðu allir. 14! 14! Rétt sí svona. En það aðalmálið að vera ekki að kíkja. Þetta bara eins og í gamla daga á kránni þinn áður þetta byrjaði allt saman, klukkan 6. Ef þú kemst einhvern tíma þangað aftur, þá skaltu segja konunum minni að hún sé heimsk belja. Og ef það einhver kostur við allt sem hann hafa að vera laus við hana. Já, ég skal muna það. Heyrðu, nokkuð fá beltið fáið því. Já, auðvitað. En ekki vera lengi við beltið, herra Pallveig. Það er svo litið rækst í þessu pitt og gigtin hefur verið að hrjá mig upp á síðkastið. Herra Pallveig! Herra Pallveig! Takk, herra dómari. Af hverju ertu þá komin aftur? Ég virðist vera fastur í vítarinn, herra dómari. Við verðum þá að fara með þig heim. Það sjá hvernig sem verði fylgt en þú getur brotið út úr þessu vítarinn, glæpa og afbrota í einskiptir röð. Takk að þið fyrir, herra dómari. En hvaða háað er þetta, herra dómari? Þetta er sannleikurinn um massirinn í Evrópu. Og hver er sannleikurinn? Morgundagurinn afmáir ráð til dagsins dag. Alveg eins og ég sagði fyrir um. Og ljósin alla Evrópu, þau slokknuðu. Nei, komdu sæl, frú Pallveig. Herra, ég Sveinn. Ég er komin aftur. Sæll, herra Sveinn. Þetta bréf kom til þín í síðustu viku og það varst í burtu. Hann vildi bara selja bjór. Það er engin peningur í því að útdeila pólitískum skoðunum, kefli. Hann sagði það. Blessuð sé minning hans, frú Pallveig. En hafðu ekki áhyggjur. Þetta verður allt saman búið fyrir jól. Komdu nú með einn velkoma og við skjanda mér. Ég er að fara í stríð! Ha, þú? Já! Þú ert með gikt í báðum fótum, þú getur ekki gengið. Og það fyrir utan að ég fullkomlega bóði upp byssukúlum. Ég fer í stríð í hjólastól en með það. Já, hjólastól. Föðurlandi kallar. Komdu nú með einn velkoma og við skjanda mér áður í ferðin Belgrad. Þetta er svo vel. Og komdu svo með hjólastól þetta.
Blessum sól í kvöld með glöðu skjali gul og með hopp til þetta Kvöldfréttir Prag, föðurlastrást Kripniks. Vegfarendur á aðalgötunni í Prag urðu í gær vitni að einstakri tíð og trúfesti við hans hátíð Frans Jósef. Ég lautrandi. Þú þekkir mig ekki, en ef þú gerir ekki svo þér sagt, þá farðu aldins að kynnast mér. Jæja, riðstjóri, hvað hefur á? Tilkynning, skjalfest, óhæfu til herþjónustu vegna heimsku, lautnant og perra. Og tilkynning, ég er líka með gikt, herra. Gikt? Heimska? Já, herra. Stödd á fætur minni tala myndi góðgeðið þitt. Það verður helvítis kraftaverk ef herinn er ekki skottið á þér. Herinn er í skottið á öllum. Herinn er stálnefi í silki hanskastjórnunars hátíkar, sem er svo járnstífur, sem mun kremja það móstuðis og hama. Er þetta skilsveik? Tilkynni, herra, ég vil deyja fyrir hans hátík Frans Jósef. Húrra, húrra, húrra! Líkleg helvítis díasa. Mér liggur hugur á að veita hvað þú heldur að við höldum að setja hugsa. Tilkynni, herra, ég hugsa ekki, herra. Hvað áttu við? Þegar ég gengi herþjónustu, þá sagði höfðsmaðurinn okkar alltaf við okkur. Dáti má ekki hugsa sjálfstæð. Yfirboðarar hans verða að hugsa fyrir hann. Leið og dáti fyrir að hugsa sjálfstæð, þá er hann ekki lengur dáti, heldur helvítis borgari herra, sem finnur á torg og meginur! Grjóð! Haldur kjafti! Heyrðu það sem ég segi? Ég þekki þig. Ég veit hvað þú vilt. Þú ert enginn hálfbjörn. Þú ert slingur lítill refur. Helvítis rópagemlingur. Farið með í nærbuxna við þig. En hann er hálfbjáni. Hvað segirðu riðstjóri? Tilkynni, ég ættum ekki að hafa hálfveit herru. Það enda bara... Þetta ætti að kenna þér að tala þegar þú átt að þegja, riðstjóri, og láttu þetta kenningur verða. Er allt í lagi, veitur og tótt? Hann er særður. Ég var einungis að kenna smá grunnþjálfun utan að stúlka. Riðilstjórinn? Skaut saman sér í fótinn. Var það ekki? Hálfveitar, það er að segja senda þessa dagana. En þú, herra minn, sást þú eitthvað? Tilkynni, herra, ég er fullkomlega sáttur. Nú, jæja, ég hef það bara. Þú ættir að láta kíkja á það. Á spítala fyrir grunaða strápagemlinga. Í réttinu! Niður með brækur! Beygja sig! Sestu! Og halda á þessu! Jæja, Bastardas! Hvernig er svo lífið með tvöfalda stólpípu upp í afturendanum? Fullkomlega ánægð, herra læknir. Fullkomlega sáttir. Ágætt! Sætur! Ágætt! Komið ykkur aftur að verki! Hver er svo fín ásökur? Það er gikt. Þú endist ekki lengi. Gikt, hann endist ekki lengi. Það er búið að taka mér 5 lyf og hálfan maga og enginn trúir mér. Ég veit, læksli. Ég hef sko ljósmóðir frá Rotsovitsi til að snúa fótunum með lið fyrir 20 krónur. Þeir komu manni með slag á lappina og á vikstöðunar eftir bara 2 stólpípur. Við verðum allir að gera okkar fyrir stríðsreksturinn. Þú
sunnudagur. Og hvað gerist á sunnudögum? Nei, þið daunillu ragmenn og gungur. Dómínus og biskup. Sittið þið beinir í baki drulludellarnir ykkar. Þið eru í húsi drottins, ekki á skítakamri. Við skulum syngja. Svo dæm sem veitur bríkur ástir þín sem grefur ljósið skæða, lýsir gegnum þrautir mér veg. María, blessuð meyjan kæra, María, blessuð meyjan kæra. Jæja, ég geri ráð fyrir því að þeir séu menn og sjáið sannleikann. Það er að segja ef þá einhver sannleikur til, þá sjáið þið hann óljóst eins og í gegnum dökkleitt gler. Ég ætti að biðja fyrir fordæmdum sálum ykkar, svo frelsari vor megi hreinsa burtu syndir ykkar með eilífri ást og allt það. En það er bara ekki þannig. Því bæði ég og drottinn gefum skít í ykkur drulludellara. Hafið þið eitthvað við það aðtjóða? Ekki Sepprestur, við erum ekkert við það aðtjóða. Við erum fullkomlega ánægðir. Það eru takmörkur í góðsemi Guðs. Hann er miskunnsamur. Þið kunnið ekkert að biðja. Þið haldið bara kirkjuganga sér skemmtisamkoma. Vatíkanið hafði eitt sinn áhuga á mér. Ég hafði ágætis framtíð einu sinni. Hvers vegna er ég þá að sóa tíma mínum í ykkur? Þið eru allir fordæmdir, fordæmdir, fordæmdir. Hver er að grenja? Það er ég það. Já, ættu því strax. Þorla ekki að sjá fullorðinn mann grenja. Já. Og þið hinir ættuð að taka ykkur þennan æla til eftirbreytni. Það er þá allravega einn sem reynir að bæta ráð sitt. Jæja, ég er búinn að hafa nóg, Dómínus og biskup. Skítið í koppana og lútiði höfði í skömm. Já, allir nema þú. Jæja, þú vælandi hlandleiti. Hvað á það að þýða að vera að draga dára af mér? Tilkynni, herra. Ég var ekki að draga dára af herra. Já, þú varst ekki einlægur. Ég var heldur ekki einlægur, herra. Hvað varst að draga dára af mér? Tilkynni, herra. Ég var ekki að draga dára af þér, en ég var að þykja. En það bara vantaði ekkert í messuna hjá þér nema afturhvarf eins syndar. Og þegar enginn bauð sig fram, ákvað ég að taka það af mér. Þú virtist örvænta að getur mannsins til þess að bæta sig, herra. Einmitt. Mér er að lítast vel að þig. Hvað heitir þú? Sveinn. Já, ég skal eiga orð við hann sem er ábyrgur fyrir allir þessari helvítis vitleysu. Þannig að farði ég að einkennisbúning. Þessi litli sjónleikurinn gæti haft möguleika. Og þessi heimskulegi galtómi svipur gæti túlkað sem sakleysi. En eitt Sveinn, það er eitt sem þú þarft að vita um mig. Það er ýmislegt sem ég get ekki umborið. Og hvað er það, herra? Það eru 7 börn sem þjaka tékkneska þjóðarsál. Og hver eru þau, herra? Það er drykkja, fjárhætturspil, tvíkvæni, þjófnaður, svik og hreifulsháttur og meiri drykkja. Ég skal gera það, herra. Ég skal snúa baki við þessum púkum. Þá ættum við í sameiningu að geta leitt glataða sauðina ódáins akrana eins og lömb Guðs til slátrunar. Vatíkanið fær aftur áhuga á mér, skal ég segja þér. Já, prestur, herra. Ég skal fjóna þér á meðan ekki dreyja andan, herra.
Hann hafði orðað að tíður einkaþjónn væri meir og bráðg og sál sem bráðaði sem svo blanda af kjúklingi og múlasna. Í þá gömlu góðu daga átti einkaþjónninn að verða heiðvirður, samsögull og hugal. Hjónar nútímans eru aftur á móti undirförlar undirlagi sem uppbugsa ótrúlegustu hluti til að gera líf herra sinna ömurlegt í alla staði og hugsa fyrst og fremst eigin hag. Má þar til dæmis nefna að þjóna embættismannakerfisins, tryggingaþjóna, já að ógleymdum blessuðum bankaþjónunum sem hafa nú gert mörgum lífið leitt. Þá þakka ég fyrir gott hljóð. A gdy spila północy, wodę spitle i skoczy. Cubajda, Jæja, Sveinn, ég hef nú haft fyllt einkaþjóna og enginn þeirra hefur nú kennt hægurnar en ég er vissulega tilbúin að gefa þér tækifæri. Tilkynni herra, þakka
fyrir. Það mjög vingjarnlegt, herra. Já, það eru reglur, Sveik. Í fyrsta lagi þá refsa ég stranglega fyrir óheiðarlega. Tilkynni, herra. Er þetta hass-kanarífugl, herra? Já, einmitt, hass-kanarífugl. Kom ég þykir mjög vænt gæludýrin mín, Sveik, og reyndar þykir mér vænt öll dýr. Tilkynni, herra. Ég líka, herra. Sérstaklega hunda. Hunda? Já, einmitt, já. Heyrðu, þá verður líka að koma fram til dýri mín að við sérstaklega tillitssemi og nærgætni. Já. Hvert vorum við nú komnir? Þú var staddur á heiðarleika, herra. Já. Grefst þess að þú segir alltaf sannleikann og gegnir öllum mínu fyrirskipunum möglunarlaust. Ef ég segi þér að vaða eldinn, þá eðurðu eldinn hvort þú vilt vaða eldinn eða þeir. Tilkynni, herra. Ég skal vaða eld og segja mér að vaða eld. Og í sambandi við þígar, það besta sem ekki getur gert að segja ósatt. Vegna þess að leiðum maður fer að ljúga, þá fer maður að ruglast. Og ef maður segir satt, eftir að maður hefur völdið, þá maður orðið tvísagt. Og eina leiðin út ruglinu að ljúga ennþá meira og þá ruglið orðið enn verra herra. Já, einmitt, Sveik. Þannig að Sveitaþorpi hinum megin Pelrikhoff var eins og kennari sem heit Hægir. Hann var að fara á fjörurnar við dóttur Spera skógabarður. Skógabörðurinn varaði hann við því að ef hann rækist á með dóttur sín í skóginum þá skyldi að skjóta bakhlutan á hann fullaða salti. Kennari sagði honum að engin fótur væri fyrir orðrómi samband þeirra á milli. En svo eitt sinn, þegar kennarinn ætlaði að hitta dóttur hans til þess að kýtla hann á laun ef svo má orðið komast, þá hitti hann skógabörðurinn. Hann sagðist bara að vera að tína blóm. Í annað skipti eftir þetta var að gripinn aftur og þá sagðist hann að safna skordýrum fyrir náttúrufræði kennslu. Og síðan í þriðja sinn og þá var kennarinn alveg flaumósa og sagðist vera að leggja gildrur fyrir héra. Svo skógavörðurinn dróði með sér til lögreglu og það var að sendur í fangelsi og þar dó hann síðan þegar upp og skell taugaveiki, herra. En hefði hann hins vegar sagt sannleika frá upphafi, þá hefði hann aðeins fengið hlass af salti í bakhlutan, herra. Þakka þér nú kærlega fyrir þessa sögusögn. Nú eitt að lokum. Það heimsækir mig hér stundum ungar stúlkur. Nú að það kemur fyrir að gisti eina nótt. Nú ef það gista eina nótt þá færi þú okkur kaffi í rúmið morgunin eftir. Tilkynni, herra. Það ætti þá kannski að koma okkur saman það hvers oft ég banka, herra. Þegar ég kem inn með kaffi. Einu sinni hafði ég kvennann yfir heim og kona sem ég leigði af kom að færa okkur kaffi í rúmið morgun eftir. En hún bankaði ekki og það var einmitt þegar stóð sem hæst í stöngin hjá okkur. Og hún hellti yfir okkur kaffi og brendi okkur heilmikið, herra. Það var að síðasta sem ég sá að þeim kvenna. En eigum við að segja 3? Fyrirgefðu. Högg með kaffinu. Já, Sveik. 3 högg, aðra hvað, Sveik? Tilkynni, herra, var það eitthvað fleira, herra? Nei, nú þarf ég að fara í hellskólan að undirvísa nokkra nýliða. Og ætti nú kannski að snirta þig örlítið, Sveik. Við erum vissulega tjekkar en það er óþarf að heimur við sjáum það. Svo býst ég við að hér sé ekki blettur og nokkur hlutir ekki aftur. Skal gert! Skúpi. Tíst, fugl. Tíst. Já. Tíst. Mjá, kísi. Mjá. Tíst, fugl. Mjá. Tíst. Tíst. Mjá. Hvað heldur þessi hálfviti sé að gera? Nú, hann kannski hálfviti, en hann yfirboðar okkar og við verðum að treysta því að hann viti hvað er rétt. Það er jú stríð í gangi. Mjá. Tíst. Kísi! Tyst! Zu weiter, att skapa
Tilkynni, herra. Stórkostlegt, Sveik. Þetta alveg stórkostlegt. Ég hef bara ekki fengið akurhæmi síðan þetta byrjaði allt saman. En hvað varst að segja mér köttin og kanarífuglinn? Tilkynni, herra. Mér datt í hug að fá þá til þess að vera vinir. En kynna þá hvort fyrir öðrum eins og sagt er. Og hann, já, það er sagt að þessi vegna þess að þeir sé ekkert sérlega tónelskir og þolið því ekki að heyra kanarífugla syngja, herra. Já, og hvað gerður þú nákvæmlega, Sveik? Eins og ég sagði þér, þá kynnti ég þá hvort fyrir öðrum. En kanarífuglinn og kött. Ég skammaði hann duglega, skal ég segja þér. Henni lagði ekki hendur á. Ég datt í huga að vera langbest að bíða með það þar til þú kemur heim, geti fengið eitthvað gott að borða og dæmt síðan í málinu, herra. Kynntur þú hvort fyrir öðrum? Ertu alveg dregin fík, Sveik? Já, herra. Ég held bara að ég hljóti að vera það. Í hvert sinn sem ég reyna að gera eitthvað rétt, það fær það í handaskap. Einu sinni þegar ég var lítið dreng, þá fór ég oft. Er allt í lagi með þig, herra? Sveik, það er bara þegar þú byrjar á þessu landskota sögu þínum, ég fengi að borða! Sveik, hvað fékkstu akurhæmi á þessum ástíma? Akurhæmi? Ég vil ekki vita það! Ég er að fara aftur í herskólann á morgun, en þið voru erfiður dagur ég þarf að... Tilkynni, herra, hvaða refsingu á kötturinn að fá? 3 dagar í einangrun! Skal gert. Já. Settu töskurnar inn í svefnherbergi. Ég tek upp úr þeim seinna. Lautinantinn er ekki heima. Ég býð þá bara. Hvað ætlar ekki að setja þær inn í svefnherbergi? Ég get ekkert gert án leyfis lautinantsins. Jæja. Ég gerði það bara sjálf. Lautinant Lukas hefur ekki gefið mér neina fyrirskipanir um það að leyfa ókunnugum að nota töskugeymslu sem heimili hans. Ókunnum? Já, en ég elskar Indrik og hann elskar mig. Lautinant Lukas hefur ekki tafið neitt til slíkt tilfinningasamband. Hvar er hann? Hann er úti. Er hann í herskólanum eða? Það eru leynilegar upplýsingar. Nei, heyrðu nú góði minn. Sko, ég skrif hérna á bréfhaldunum. Þú ferð með það, við býð hér á meðan. Bréfið. Þjónninn þinn er ekki dóni og maðurinn minn getur ekki veitt mér það sem ég þarf, svo ég ákveði að flytja inn hjá þér. Þín Katrín. Ég býð hér á meðan. Þú verður að bíða í forstofunni. Ég býð þá í forstofunni. Með og hjá töskunni. Já, þú reygin svín. Harðu með þetta bréf fyrir mig, eða mál? Tick-tack, 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 Lautinantinn svaraði bréfinu því. Lef mér að sjá. Svarið á vakt til 9 í kvöld. Gjörðu sæl og komdu þér fyrir og segðu þjónum mínum að hann er að koma fram við því að háttísi og kurteisi og uppfylla hverja þína ósk. Ég læt hann hafa sígarettupakka og vínflösku. Þinn Indrik. Þakka þér fyrir neðan mál. Frú? Jæja, þú státi. Settu töskurnar inn í svefnherbergi. Viltu taka upp á töskunum núna, frú, eða seinna? Opnaðu vínflöskuna fyrir mig. Já, frú.
Hvort viltu fá það í glas eða leyfa því að anda, frú? Hvaða breið er þetta eiginlega? Það er kötturinn, frú. Tróttu sokki upp í hann. Já, frú. Hvað er sígaretturnar? Það eru hér, frú. Hvað er málið með það? Tilkynni, frú. Hentu því! Já, frú. Dóttir, hvað fyrir mig? Frú. Sígarettur? Já, frú. Klukkan 9 í kvöld, var það ekki sem stóð í bréfinu? Það stóð nákvæmlega í bréfinu, frú. Og stóð ekki líka á eftir að koma fram með virðingu og kurteisi og uppfylla allar mínar þarfir? Það stóð nákvæmlega í bréfinu, frú. Trúi ég. Náðu í sjónvarpið mitt. Farðu úr stól og buxum. Ég ferðast langt í dag og ég hef margar óskir. Og viltu að ég uppfylli það? Í dögun okkar ból, aftur verði morgun sól, að mér hvíslar ástarsnót. Arminn kysstu og mig fann, kysstu mig, kysstu mig, kysstu mig. Síðla dags suður við, saman þéttur herbergið, að mér hvíslar ástarlíf. Ert að sleikja í mig líf, sleiktu mig, sleiktu mig, sleiktu mig og ljúfa leið. Á meðan herir keisarans voru fastir í gildrum í skógum Karpatafjalla og dag og nótt rigndi yfir þá sprengjum sem æddu heilu herfylkjunum, komu hernaðarsérfræðingarnir saman í herraðinu. Nú, Sveik. Já, herra. Já, gott. Hvíldarstöðu. Ég er í henni, herra. Ertu ekki búin að vera kurteis og hátíðsvið frá kaffi í dag? Jú, herra, oft. Já, ég líka. Hvernig finnst þér að hafa svona dömu á heimilinu, Sveik? Tilkynni, herra. Ég er gjörsamlega útriðinn, herra. Ég líka. 3 vikur, það var þetta engan enda að taka. Tilkynni, herra. Tilkynni, herra. Ef eiginmaður sem hún yfirgaf fengi að vita hvað hún væri í segjum nafnlausu símskeyti, þá gæti verið að hann kæmi og heimtaði með sér heim aftur. Það gæti kosta nokkur velvalinn högg í andlitið, en er það ekki alveg þess virði, herra? Jú, miðað við að þú angjar hálfnján í Sveik, þá er þetta mjög góð hugmynd. Ég skal fara með símskeyti. Sko, ég fer með símskeyti, þú sinnir frú Karl. Það er eina skyldu mínum að fara með símskeyti fyrir naut þeirra. Nei, nú er skylda þín, dóttir, að eiga
Lengi yfir! Frans Jósef keisari! Á meðan sjóndeildar hringir allra ofustu valla glóða af brennandi þorpum og sjálft keisaraveldið riðaði undan sífelldu sprengiregni. Var endir þessarar orustu í augsjá örfárra dáta. Ægilegasti maður þessi eiginmaður var að vísu svolítið langborður hvaða áhrif stríðið hefði á teygjubandsviðskiptinu. En þetta er lagi svo einn. Tilkynni herra, ég hef ekki yfir neinu að kvarta herra. Nei. Skilur reyndar ekki hvernig manninum datt í hug að Katti hefði yfirgefið hann fyrir þig. Skál fyrir gömlu góðu dögum. Fyrir gömlu góðu dögum. Annars er ég búin að hugsa sveik. Og er ekki heppilega fyrir piparsveina eins og mig að hafa hund sem félag. Og þú segir þú veit allt hunda. Tilkynni herra, já herra. Lilla dátagrei, ég læt ekki hafa út ykkur. Það berðist þessu Austurríkismenn og þess að dauði klungverja. Trúðu mér sveik, þeir eru ekki mennskir þessi anskotum. Þeir eru skjafnir, og þetta er skap. Sérðu hann einhver stað? Basta, allir með tölu og líka kettlingarna. En þær kunni ýmislegt fyrir sér, kettlingarna. Og þetta er skap, er þetta hún hafa? Rólegur sveik, hún kemur. Það er svo. Fyrir nokkur kvöldum, niður á Vínarhatti, var þessi ungverska dræs. Og ég bauð henni upp í dans. En hvað heldur? Helvítistíkin sagði nei. Sagðist ekki lítast á. Svo ég gaf henni bara einn á hann. Styrku þá ekki, pappina þá og bróðir og einhverju frændur á fætur. Sem betur þeir var ég með nokkur félög frá Rosovitse og við erum að berja hennar 5 fjölskyldum af einu leik. Dauðnýtlir basta. Já en, og þetta skal, hundurinn. Lautinandi minn, hann er að byggja. Hvað var ég ekki búin að segja? Á hverjum degi, klukkan kortir yfir, kemur þjónustustúlkan niður með Haflinstorgi og vinnur liðið. Já, og þegar hún er einhver staðar hérna, þá sleppir hún tíkinni og fær sér sæti það byrja hérna, þar sem þessi bekkur er. Heyrðu, þarna er tíkin og með hundin. Ég skal sjá dýrið. Þú veist hvað skal gera. Svona. Farðu nú léttu. Ekki vera lengi. Ég þarf að komast í hreppnum og flissa á áður að loka. Fyrirgefðu frú, en er þetta ekki tík? Jú, sko húsbóndi minn, hann er búinn að kenna henni að pissa eins og hundur. Og svona alls konar hundakúnstir. En fyrirgefðu frú, getur þú nokkuð vísa með leiðina til Sisko? Fyrirgefðu, hvað varstu að segja? Til Sisko. Ég er nefnilega nýverið fluttur til Prag og Rathæg. Þú ert ekki frá Prag heldur eða það? Nei, spurning. Hvað segirðu, hvað varstu aftur að segja? Ég var að spyrja hvaðan þú væri. Ó, Vodnjani. Vodnjani? En stórkostlegt, við erum þá kannski nákvæmlega. Er það? Ég kannast án ekkert við þig. Ég er frá Prótóvín upprunalega. Prótóvín? Nú þá erum við líklega snabbunar. En gaman! Prótóvín? Það var slátrun á torginu. Petser, kannast það hann? Já, biddu fyrir þér. Hann er bróðir minn. Er það? Ertu einhver sonur hans Jaresa? Já, einmitt. Jaresa og bjóð? Já, og gerir enn. Hann lítur að vera allavega orðið nýræður svo gamli. Já, djöfullin finnur verkur latar hendur, sagði hann alltaf. Jæja, það var gaman að fá fréttir á heiminn, en nú þarf ég að fara. Já, auðvitað. Það er mín. Hvert fór hún? Þú veist hvernig þessi hundar eru. En nú þarf ég að fara bjög.
þér fyrir. En veitu, ég ætla alveg ekki að segja hvernig þú kannast til Sisko. Já, einmitt. Ég Soddan Þorbjörn. Sko, númer 3 við Kastalatröppurnar. Númer 3 við Kastalatröppurnar. Þakka þér fyrir. Veg 3 til Sisko, allir um borð! Sjáðu nú til, litla mín. Einu sinni var lítill hundur sem hét Drottning og hún átti heima í stóru húsi með þjónustuskúffu og Guð veit hvað annað. En svo einn góðan dag kom ókunnugum maður og tók hana með sér í her þar sem hún var trygglindu förunum lautinantsins nokkurs og við breytum nafninu á Drottningu í Freistingu. Freistingu. Freisting kvartaði aldrei eða hugsaði sitt fyrra líf. Því að þegar maður er komin í herinn, þá hugsa maður bara yfirboðarana sína. Skilurðu? Og upp frá þeim degi lifðu Freisting, lautinantinn og þjónn lautinantsins hamingjusöm til æviloka. Voff? Þegar maður hugsa út í það, þá sérhverjum dátarætt frá heimili sín. Voff? Góða dálítið Sveig, færir lautinant Lukas nýskýrða píkina Freistingu að gjöf. Þeir félagar fara með nýju vinkonu sína í gönguferð og eftirfarandi atburðir út frá sjónarhóli hundsins. Vúff, Sveig! Vúff, vúff, vúff! Vúff, vúff! Vúff, 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 vúff! Lautinant Lukas fyrir góða okkar Sveig æsku hans. Sveig! Vúff, vúff, vúff! Og Sveig segir hann frá því þegar hann var aðeins líf. Vúff! Neðanmál! Vúff! Vúff, vúff, Sveig! Vúff! Kannski geltir hún meira... Þeir þú Sveig! Þeir! Veistu hvað þú ert? Tiggin herra? Nei, herra. Þú ert beinasti, sögðu, uxi! Það er ég nákvæmlega, herra. Segðu mér, stálstu þessum hundi? Tiggin herra? Nei, herra. Ekki ljúga að mér. Vissur að væri stólið. Tiggin herra? Já, herra. Heilu María! Ég verð að skjóta hana á dagurinn og eitt skiptir öll. Taktu fyrir þennan auðarsvinn! Tiggin herra? Ég get það ekki, herra. Af hverju gastu mér þjófstóri hund? Af því að mér langaði til
til þess að gleðja þig, herra. Sástu ekki auglýsingu generálsins í blaðinu? Tilkynna, herra, jú, herra. Og? Ég fannst lýsingin vera ótrúlega nálægt útlit í freysning. Drottningar, Sveinn! Drottningar! Tilkynna, herra. Þekkti einu sinni mann sem hét Bósittek. Hann stal hundum frá ríku fólki og síðan þegar hann sá auglýsingarnar í blaðinu, þá skilaði hann hundinum og fékk fundarnum. En svo eitt sinn, þá stal hann grimmum litlum púðruhundi sem nagaði allt heima hjá honum í tætt. Það sem verða var, þótt að hann biði heillengi, þá setti eigandinn aldrei auglýsingu í blað. Að lokum setti Bósittek sjálfur auglýsingu í blað, þar sem hann sagðist hafa fundið hundin. Og þá loksins kom maður sem sagðist eiga kvikinn. Hann sagði við Bósittek að hann hefði ekki haft trú á heiðarleika fólks, en þarna sá hann það var víst til heiðarlegt fólk. Trú hans á manninn var endurvakin og þess vegna ætlaði hann að gefa Bósittek bók ræktun heimilisblóma. Sá góði Bósittek var svo reiður að hann tók púðluhundinn upp og sló honum í höfuðið á manninum. Þetta var í síðasta sinn sem að Bósittek stal hundi. Og það má segja að hann hafi líka mist trúna á mannkyni, herra. Horfður einhvern tímann í spegil, Sveinn? Tilkynna, herra, nei, ekki ef ég kemst hjá það. Ég er alltaf eitthvað svo álkulegur. Álkulegur? Þú ert frá náttúrulögum. Ég skil ekki hvernig þú getur lifað með sjálfum þér. Með erfiðismunum, herra. Við það þekkir ekki mikið lengur. General Kraus lætur skjóta okkur báða ef við erum heppnir. Óbreyttur dáning og reitsinn í stíl, að jörðin vaknar í sjónistum mín. Tilkynni, herra. Yeah, let's go there. Tilkynni, General Kraus, General Kraus, ég er mættur eins og var talað. Hvítin mín er ónýtt eftir þú var hjá þeim, þú myndi ekki geta. Hefur pröfað að gefa henni lífið. Hefur ég fara? Nei, það er ekki. Þú ert ekki að gera þetta erfiðara fyrir því að það er þú þegar. Nei, herra! Ég hef verið að velta því fyrir mig dátt í lengi hvað hægt var að gera þegar þú í verðinni djófnandi og göngumferðin með fyrsta yfirmanni í hernum. Og ég hef ákveðið að senda þeim þegar til 91. herdeildar. Nei, ekki 91. Ég byrði ekki Ég veist á Hessis hefur tjáð mér að það sé mikill skortur á foringjum í 91. herdeild vegna þess að þeir hafa allir verið drefnir. Þú verð beina leið til Budíovitsela sem verið að undirbúa masseringu á ringnuna í Gætisífum þar sem þú verður romantík og gráðar. Lesti til Budíovitsel, segur að starta um 6. Þetta er 6. Þá vegnaði mér bara ágætlega. Ég hafði stöðuna við herskólan, ég hafði klubbana og ég átti vinkonu. Svo komst þú og nú erum við á leið á vígstöðarnar. Þú núna ánægður? Tilkynna, herra, já! Já! Það verður stærsti dagur lífs okkar þegar við erum drepnir í nafni hans hátignar Franz Josef. Húrra, húrra, húrra! Lestin til Budíovitsel leggur á stað frá Brautarpalli 7. Allir um borð! Allir um borð! Tilkynna, herra, það var bara ein. En eru alltaf svo margir þorparar á vafri á járnbrautastöðum. Við ætlum að vera fegnir að þið tóku ekki allan farangurinn okkar, herra. Ég bara skil ekki hvernig þið tókst að ræninu. Ég tók ekki augun af farangurinnum okkar frá því yfirgáfa íbúðuna þína, herra. Já, nema þeir þurft að fara á klósetti. Svo átti ég ekki aur fyrir klósettinu og þú vildir ekki lána mér aur út af þessu vesinni með hundinn, svo ég var að fá lána aur á blindum dragspilleikara, herra. Og
svo þurfti ég reynda að fara aftur á klósettið. Kannski tók var hann þá. Það þarf ekki nema augnablik. Fyrir 2 árum heyrði ég að þeir höfðu rænt barnavagni á móður með barnið enn í vagninu. Þeir skildu barnið eftir á tröppum lögreglustöðvarinnar áður en þeir seldu vagninn. Konan fekk 2 ár fyrir það að skilja barnið sitt eftir á tröppum einhvers staðar. Sveik! Ætlar aldrei að hætta að pína mig með þessum andskotans sögum! Tilkynni herra. Ég búinn að sjá í gegnum þig. Ég tala aldrei við þig framar. Hafðu engar áhyggjur herra. Það var kortið ekkert mikilvægt í þessum töskum. Það var bara hattastandur á forstofunni og spegill og setustofunni. Og hafði ekki heldur áhyggjur af því. Því að þetta var bæði í eigu leigusalans. Ég nefndi þetta nefnilega við hann og sagði að við myndum skila þessum leið og við kemum tilbaka frá Rússlandi þegar við værum búin að hertaka borg, herra. Þegiðu Sveik, stein, þegiðu! Já, herra. Tilkynni, herra. Hefur þú eitthvað velt fyrir þessu neyðarhenni? Ég hef oft velt þér fyrir. Ég á við, hefur einhvern tíma séð hvernig þið virka. Ég held að þið séu þetta bara til þess að veita partir og falska öryggiskennd, skilur þið. Sjáðu þið, ég bara kom við hann og það gerðist ekki neitt, veitum við, Lukas. Tekki upp hann með hendinni og það gerist ekki neitt, veitum við. Jafnvel þá ég tóki nokkuð fast, þá efast ég það. Tilkynni herra, þeir virka svo eftir allt saman. Af hverju ertu að leggja lífið til rúm? Tilkynni herra, hafði engar áhyggjur. Það er bara 40 króna sekk. 40 krónur áttu þær til? Tilkynni herra, nei herra. Það skaltu ekki að ganga til Búdíóvitsi. Út með þig ódómurinn og labbaðu alla leið á Vígstöðvarnar. Já herra. Takk fyrir! Armaðurum dekan og ég kveðum karl í stríði og vopnagnýin með. Okkar hetja Sveik sem örlögin leiddu út í þetta stríð og burtu leiddu. Herdeild sína vildi hjá... Herdeild sína vildi fljótur finna, fann síður að vera eftir bátur hinna. Og gæfan reyndari en hrútur veikti, en engi sinni fyrir allan breyti. En áfram gekk og tjátt senna fóni fyrir langa löngur. Lendi vondum málum, gekk á röngur. Róli fórðum eitthvað út í bláin, var einn að passa baki narri dáin. En lifði af og látt á söng og prís, sem lauti nafnum Sveik að lokum finna og sínum vopnabræðrum málin kynna. Góðan daginn, kæri dáti. Hvert er svo ferðinni heitir? Ég er að fara til Búdíóvitsi, kæra móðir. Já, þá hefur svo vilst af leið, því að þessu leið liggur bara til Klathofi. Ég álít svo að það sé líka hægt að komast til Búdíóvitsi frá Klathofi. Já, það hafa nú nokkri þínu líka komið þetta fram hjá áður. Einn þeirra meira sem labbaði til Klathofi. Viku síðar kom lögreglan hérna fram hjá eftir honum. Já,
Hann skrifaði svo frænku mér bréf. Það sem hann sagðist að hafa misst báðar fætur. Hann mín ráð kæri dátu og farðu frekar hérna til radóvislu. Það nefnilega engin lögregla þar. Þetta meðli, fáðu þér nú kartöflu. Þakka þér fyrir, kæra móðir. Og þau verið með þér. Hann fór í vestur, hann fór í austur, áráður sveik í túnis og traustur, við stjörnin hnattótt, allt kemur í kring, og hversum við förum, við göngum í hring, þá ættum við all á endanum þangað sem okkur hafði frá upphafi langað. Putin, Kvedós, Dragonitse, stefnum á leið til Budjovice. Stans! Hver er það? Það er ég, Sveik. Frá hvaða herdeild ertu? Hvert er að fara? Ég er frá 91. herdeild. Ég er að fara til Budjovice. Hversu mínandi Jóhannes að fara Nepomuk ert að fara hálka? Ég er að fara til lautinantsins míns. Ég lofaði að þjóna honum til dauðadags. Sjáðu til, við erum liðhlaupar úr 35. stórskota liðsveit. Við erum að leið til Stekknótt. Frænka Boroslas á heima þar. Skýtt mér að lautinandir maður, kottu með okkur. Liðhlaupum augum á liðsinni mætti, en lét hvorki glepjast né ferðinni hætti, við stjörnin hnattótt, allt kemur í kring, og hvað sem við förum, við Putin, Kvedós, Dragonitse, stefnum dáta til Budjovice. Hvert liggur þín leið, sonur minn? Ég er að fara til Budjovice. Þú kemst aldrei þangað þessa leið. Þessi leið liggur bara til Rass. En ég áleit svo að það væri líka hægt að komast til Budjovice frá Rass. Það hafa margir þínir líka farið fram hjá áður. Þeir eru allir dauðir. Ég myndi ekki vera kartöflu, en dátarnir stáluðum öllum. Guð blessi þig, heilaga móðir. Hver? Hann? Hann fór í suður, hann fór í norður og ferðinni stefnt var í ákveðarskorður, en áfangastaðinn var erfitt að finna, að leggja af stað það var áreynslu minna. Allt kemur í kring og kjaga svo það veitur hring eftir hring eftir hring eftir. Stans! Hver var það? Það er ég, Sveik. Hvert er að fara? Ég er að fara til 91. herdeildar sem er í Budjovice. Hvers vegna í nafni Venceslaus ert að fara þangað? Ég er að fara til lautinantsins míns. Hann er vinur mín. Aftur fann Sveik og þótti það miður sem þeyttist í vítarhring norður og niður, hvernig og hver að úr göngunni greiði, hann settist á þúfu sól skein í heim. Er ekki allt í lagi með því, herra Sveik? Jú, takk, herra dómari. En þó tel ég ekki gera giktinni neitt gagn að sofa í skurðum. Og ég virðist þjást af sama gamla vandamálinu, herra. Vítarhringnum? Já, herra. Ég virðist bara ekki geta brott þeirra. Þú verður að grannskoða hvað þau hefur gert til að komast að því hvað það er sem þau hefur gert rátt. En það eina sem ég er að reyna að gera er að reyna að komast til Budjovice. Og hvaða leiðsögutæki ertu að nota? Ég er aðalega að fylgja eðlisávísuninni, herra. Þá er eðlisávísun þín greinilega raung. Þannig að ef ég vil komast til Budjovice, þá ætti ég að ganga í öfuga átt miðað við hvað ég held að Budjovice sé. Það virðist vera þér eina rétta. Þakka þér fyrir, herra dómari. Já. Hann lagði sig fram við að forðast hans stað sem ferðalag þetta stemdi samt að og vítarhring raufan með ráðum þeim og rakleið til Budjovice þrammaði heim. Farinn! Það er hérna! Mér hefur verið stiklað á stóru í viðbyrðamikilli bjarmannansvörn Goðákan Sveik á leið hans til herdeilda sinna og einlægni viðleitni hans í að þjóna keisaranum. Á meðan í offíseramessa í Budjovice
voru helstu hernaðarsérfræðingar sem hægt að finna í herdeildum hans hátegna að ræða dýrlegu útreiðinu. Svo við. Takk fyrir neðan. Svo við. Það þá á morgun. Útreiðin dýrlega heldur á. Já, það stórkostleg sjón, herra. Þegar mennirnir æðu upp úr skotgröfunum og falla eins og flugur í sólberðarsöldu. Þannig var það í Serbíu. Húrra, kölluðu þeir, en þeir köstuðu sér óvinir, handsprengjur tilbúnar, byssustýkir festir og kúlur kvíslösuðu og hvæstuðu þeir. Húrra, kallar annar, en þeir stekkur upp og sprengtur í tæklar á staðinn. Húrra, kallar mér annars, þeir klippa í sundur gattavírin og ekkert kann stöðva nema hlæjandi kakakakakaka í jörðisvonum. Húrra, kallar óvinnir, foringinn fallur! Húrra, húrra, kallar menninir, sem fallir svo flugur í drullu eins og sólberjasulta. Húrra, húrra, húrra! Fyrirgefðu snústur ofursti, held þessi örlítið á mikið drullu. Ég var nú meira að hugsa þá dýrlegu útreið sem ég ætla mér að fá hjá Magiahólum í Budapest. Kretsmann. Já, snústur ofursti, herra. Lukas. Ekkert betra en ungversk mella. Nei, snústur ofursti. Ég má kannski bara hvæ! Djöfullinn þetta? Hvers konar hryggleysingjar þetta sem tróði í foringaþing þessa dagana? Engin safi eða karlmannlegur kjarni. Ég veit ekki. Eitthvað að sjálft í fjóniði, Lukas? Nei, herra. Skráðan títan í orðustu. Já, en við erum ekki konur í gegnum bæ hér. Skotin hafið það, við leggjum mér í fyrramálið. Þá viljum við ekki að það séu neinir lausir þræðir. Þetta heyri. Já, herra. Láta hann drifnast bara. Það mikið vatn í ánum á þessum orkima. Segðan hafið drukknað. Húrra, húrra! Já, ég geri það nú bara undir eins. Ég vissi bara að ég ekki svona auðvelt að... Lukas! Sástu draug, eða? Tilkynnið, þetta ég kominn aftur. Hver þetta, Lukas? Þetta hann. Þetta Sveik. Og þriðja degi reisar aftur. Það ekki að drekka manni sem fættist til að vera hengdur, Lukas. Tilkynnið, herra, þetta ég kominn aftur. Þú gast ekki verið bara einn dag í viðbót í burtu, bara einn dag og ég hefði getað skráðið drukknaðan og ég hefði getað farið hamingjusamur á vístöðarnar. Tilkynnið, herra, fyrirgefðu. Ef ég vithafaði það sem þú vildir, þá hef ég getað komið á morgun og verið drukknaður, herra. Úr því að ég geti ekki drekkt hér, þá get ég allavega sett í strax fyrir liðmörn. En tilkynnið, herra, ég hljópst á brott frá herdeildinni í þinn eina tilgangi að komast tilbaka til herdeildinni. Nei, hættu, þetta er vitleysu. Þú veist ég átt að vera sanngjarn, strákur er sanngjarn. En ég var ekki svona sanngjarn, þá væri ég búin að fá stöðuhækkurum í löngu. Svo kemur þú og setur allar þessar hugmyndir í kollin á mér. Ég skil ekki hvernig þú geta verið saman svona lengi á þegar murkar úr þér í tónuna. Og hvað hefði þá gerst? Ekki neitt! Ég hefði átt að fá öðru! Tilkynnið, herra, já, þú hefðir átt að fá orð. Ég man eftir kaftin í herdeildinni minni þegar ég gengi herþjónustu sem að skaut konuna sína og fékk einmitt orðu. Heyrðu, Sveinn! Steinn! Heyrðu! Ég löngu búinn að sjá í gegnum þig! Snústur ofursti, ég krefst þess að þú settir hennar manni strax fyrir liðhöfn. Komdu hingað að dáti. Lautinant Lukas segir mér að þú sért hálfbjáni. Er þetta satt? Tilkynnið, herra, já, herra, það er ég. Sáðu til, lautinant. Það var þetta skylda hvers foringja að mennta sína enga þjóna samkvæmt hefðum og reglum hersins. Ef þú vilur þér slíkan hálfbjána, þá verður þú að taka af leik. Ég valdi hann sko ekki, ég vann hann í spil. Þú hvað? Ég vann hann í spilum, herra. Heldur þú að þú sért einhvers konar Mephistopheles sem spilar sári mannana? Nei, herra. Nei, þú ert það svo sannarlega ekki. Ég líð ekki fjárhættu spil með herminni minni deilt. Hver væri þá eftir til þess að æða upp úr skotgröfunum á vígvellinum? En við létum skilnið ganga!
þessum manni að snúa tilbaka sínu skyldu störfum sem til enga þjóð og þú skal koma fram við hann allur í þeirri virðingu sem hann á skilið sem dáti í herrans keisarlegu tignar. Það að auki skaltu taka að þér að metta hann svo að þetta endur taki sig ekki. Er þetta ljóst? Já, herra! Þú mátt fara. Já, herra! Og í þriðja skipti þeir sá Rússana koma hrópandi húrra! Svo þeir koma aftur tilbaka í skottgræðunar komust þeir að því að ekkert einasti hafi ekki skítið að þeim. Segðu mér, Kretsmann, var það í einu slíku dýrðlegu atviki sem að þú misti fót? Nei. Það var naut sem var stangaður. Ha? Maturinn okkar var búinn. Ha? Ég ólst upp í borg, ég var að mjólka. Lestin til Budapest leggur á stað frá Brautarpalli 11. Allir um borð! Allir um borð! Óbreyttur dáti fór eitt sinn í stríð, ættjörðin kvartar til þjónustu fríð. Hann felldi ekki tár og hann lóðaði segi, óbreyttur gekk fram á síðasta degi. Allir náir hófu þeir á, hann og félagar resu þeir frá. Og heiður snertið á lítið var lag, hann létti við keisarans bandaðar stað. Til, herra, þú! Steikt hæna og flaska af víni, herra. Ég datt í huga þig langaði í þetta. Það er komnir 12 tíma. Já, og víst langar mig í þetta sveik. Já, en af hverju færðu þá? Af því að þú ert að færa mér það er ástæðan. En ég er jú einkaþjóttið þinn, herra, og mér er ætlað að sjá mig. Þú ert svo sannarlega búin að sjá mig. Við erum á leiðinni í Vígstöðvarnar. Það hlegir alveg í offísermessanum. Ég hata þig, sveik! Ég hata þig! Ég hata þig! Akkurru, kyrkir ég þig ekki? Tilkynni, herra, ég ætlaði svo sannarlega aldrei að koma okkur í vandræði. Ef slíkt gerðist, þá var það bara helbæri tilvíð. Ég ætlaði bara að vera til gagns og gera þig gott. Það er ekki alltaf mér að kenna að hluti fara úr skeiðis. Stundum hata ég sjálfa mig líka. Ég vissum, ef ég þyrfti að búa með sjálfa mér, þá myndi ég kirkja mig, herra. Tilkynni, herra, ég skal kirkja mig og þú vilt að ég kirkji mig, herra. Sveik, viltu hætta þessu? Það hætta að kirkja þig. Ég skal éta hænuna þeirra. Þetta er skipun. Viltu svo hætta að grænja? Svo, ég er að éta hænuna. Vol ekki fullorðna að kalla þessu grænja. Tilkynni, herra, hermennir hafa ekkert fengið sem við fórum frá Budjovitsen. Í hvert sinn sem við kemum matartími, þá fáum við postkort með mynd af hans hátign Frans Jósef. Þetta er svona rosalega gott, Sveik. Hérna, fáðu að bytta. Tilkynni, herra, þú ert öðlíð. Sveik, þetta er skipun. Í fyrstu fyrirskipa svo, herra, þá verð ég að því. Hvað fékkstu ég að þessa hænu? Ég sá enga sögum en þetta var síðustu brautastöð. Tilkynni, herra,
Kokkurinn þurfti að skreppa á klósetti þegar hann var að elda fyrir Schröder og Fursta, herra. Ég svo að datt í huga að vera ekkert samgjarnt að hann fengi alla þessa hænum á meðan að þú ert hér. Já, herra! Þú sagði mér þetta ekki og það er gilt. Samvistur dröfum á döður snór, það fastur hendan í styrstuna hór, og kúrónum reynskis og reynsuður leynir, hann rannleggja hólminn er vörður sem feimir. Óttapast! Þykist þú vera það? Í ritfangabúðina að sækja smá pappír fyrir lautin að dúb, herra. Hvað ætlar manneskið sem þú að gera með pappír, ritstjóri? Skrifa bréf heim. Ritfangabúðin? Ha! Já. Þú ætlar ekkert að skrifa bréf heim, ritstjóri. Þú ætlar að hlaupa heim. Nei, lautin að dúb, herra. Þú þekkir mig ekki. Jú, lautin að dúb. Þú ert lautin að dúb. Ég þekki... Þú veist hvað ég heiti. En þekkir mig í raun og veru. Mínar verri hliðar. Viltu kynnast mínum verri hliðum? Mitt brefi getur alveg beðið. Líklega! En að þú vilt fara í aðra gönguferðir, ritstjóri. Og myndu á því að ílskan er svo helsug alda sem skellur að strönd góðsemi og frelsis með álíka lúmsku og finna má í andliti arabískar hóru. Þetta er mjög mikilvægt málefni, Sveinn. Já, herra. Algjört leyndarmál. Það er aldrei ofarlega farið. Ég skal alls ekki fara ofarlega, herra. Ha, ekki vera að ruggla mig þetta, Sveinn. Ég skal ekki ruggla þig heldur, herra. Hérna, rétti mér nú bréfið. Já. Konan hún heitir Etelna Kakóni og býr í Sóbrangötu nr. 16. Þekkir þið eitthvað í Budapest, Sveinn? Tilkynni, herra. Ég tekki hvorki haustisborð á henni, herra. Ég tekni að það handlaði kort. Þú fer með þetta bréf til hennar í fyrramálið og afhendir það Etelnu og engum öðrum, Sveinn. Sko, og svo kemur henni svarið tilbaka. Ég treysti á því, Sveinn. Tilkynni, herra. Þú getur treyst á mig, herra. Tilkynni, herra. Fyrirgefðu, herra. Bréfið. Kæra frú, í kvöld var ég viðstaddur í leikhúsinu á leikritinu sem kom þér í uppnám. Ég fylgdist með þér allan fyrsta þáttinn. Mér virtist sem eiginmaður þinn hefði ánægja af því ógeðslega sjónvarpsspili sem boðið var upp á. Veistu það, Sveinn, að þegar það spörkuðu sem helst, þá sást að það raka sig. Tilkynni, herra. Allar konunar í þorpinu mínu rökuðu sig. Þannig lærði ég að raka mig. Við það að raka móður mína. Niðri, Sveinn, niðri! Já, niðri líka, á 5. Niðri eins og síkulandi, þú veist, þannig að það er... En þig, frú mín góð, hryggti við þessu. Þetta var ekki list. Heldur niðurlæging á viðkvæmustu hlutum mannkins. Og þessi brjóst, þessi listilegustu konu brjóst sem sést hafa. Á! Tilkynni, herra, fyrirgefðu, herra. Fyrirgefðu mér að skrifa þessum opiðskap, en engin kona hefur haft slík áhrif á mig sem þú. Hvað var þar eiginmann þinn, þá er hann vafalaust hinn mesti hugsi. En ég vil ekki trufla heimilisfriðinn, aðeins ræða við þig undir 4 augu list. Þinn Jendri. Á, passaðu þig. Oj,
Nú svíl, mamma, niður. Nei, Sveiki! Sællfótiska. Litli klámtælingur. Ertu að fara á vígstöðuna? Ég læt ekki hafa mig út í svoleiðis. Verkræðin er sko málið. Við gröfum skotgröfunar sem þið má drepast í. Fótiska, ég myndi gjarna vilja stoppa á spjallafni, en ég þarf að fara með þetta bréf. Til Ungverja? Já. Það er gallin í Budapest. Hún er svo smágett, þetta er bara full af þessum anskotum. Ég skal segja að það er komin að fyrst, þá erum við að húka á kennslustofu að með þessi hlandkoppar útskýrðu fyrir okkur hvað afrennsliskurðir er. Afrennsliskurðir. Jesús minn, klukkan er 1 á nóttu, það er ekki svefnbrigði fyrir hérna. Blindi önningin, þetta er ekki hægt að það. Og svim! Það er ekki svefnbrigði. Góða máli! Ég sýndaði mér ekki frá þér að fara á vígstöðuna til að hlusta svoleiðis rossaskít. Svo daginn eftir, þá kom ég beint í garðinn eftir með það eitt markmið að finna mér góða og þægilega krá, þetta rækilegra, berja nokkra Ungverja og skýra svo bara heim. Númer 16. Það er einmitt hér. Bíddu hérna, ég ætla að fara með þetta bréf, ég verð eldsnögg. Heldur þú að ég láti Sveiki líka vinnuna fjara bara einn gegn þessum kúlavarsbastöðum? Ég kem sko með þér og ef þið verða með einhvern kjaft, Fótiska. þá fá þið einn á hann. Það er kona. Ég er jafnbrettir sinnaður, sko. Ef að þú ætlar að koma með, þá verður að vita að kem ég með engin betri bróðir að bakum alltaf. Fótiska. Það var þess að fínu krá, bara 2 gamlir naggar að spjatta ungversku. Þetta finna var, því fyllri sem ég var, því reygari var ég. Hljóðið mér alveg óþólandi eftir smástund. Það eru sérhljóðarnir og samhljóðarnir líka. Já, annars hefur verið miklu... Röð af óviðurkvæmilegum ungverskum blótsýðum. Bein þýðing, rýttu mömmu þinni, Guði, Jesú Kristi, Maríu mey og öllum heiminum. Hvað kemur það að það þýða? Hvað er heilið sem hafa þetta bref? Vertu nú bara rólegur, þú veist hvað þér er fyrir bestu. Það var sko Sveiki vinur minn sem kom með þetta bref og þú skalt ekki vera með þitt kjaft. Því annars skaltu sko bara... Við sjáum að þú ert í miðjum kvöldu. Ég ætlum ekki að trufla. Sveik þú niður að ég kjáða þér. Segðu mér ekki sem líður hana. Hann er með því sem líður hana allir þegar að sjöfna það. Röð af dónalegum... Við erum búin að fatta þetta maður. Ég skrif þér höfnar á ráðuneytisins. Ég skrif þér höfnar foringjar. Og ég skrifaði kvöldfréttablaðið. Tilkynning! Það var ég sem skrifaði þetta bréf, ekki lautinandi. Nafnið og undirskriftin er fölsuð. Ég er mjög hrifinn af konunni. Mjög flott. Hún er listaukandi. Í hlýrve írefrá. Og hún er með listilegustu brjóst sem að ég hef séð. Nei, Svöngin og Kristi, ég get útskýrt þetta. Þetta var... Gjör og það mín. Þeir gera það alveg ágætlega í kvöldfréttablaðinu. Lautinandi Jindrik Lukas, allræmdur tékkneskur flagari, nauðgaði í hádeginu í dag frú Kákáni í dagstofunni hennar fyrir framan eiginmann hennar sem hann hafði hótað með sverði og látið hann kefla konu sína með handklæði svo hún gæti ekki öskra. Verðum að viðurkenna, Lukasa. Þú hefur komið að staða ágættis látum með korðanum þínum, ha? Og skilningar hafði ekki. Nei, þetta var alls ekki það líka hjá hingurinn, ha?
snast af við í offísera messanum við. Ég heldum alltaf að þú værir, skilurðu, hinsegin. Lögfræðideildin í uppnámaðu tal. Þeir eru fannir að heimta hreðjarnar aður á silfurbakka. En þeir eru nú helvítis ungverja bastarðar. Og meðan Sveipinn. Hver á þessa skrift, þá Tindi? Tilkynni herra, það er bara ég. Heldur þú að ég sé hálfviti? Tilkynni herra, nei, það held ég. Þú hlýtur að vera mjög gáfaður til þess að geta verið njósnadeildarforingi herra. Engin sniðugheit hér. Þau get ég ekki sínt þó ég reyndi. Ég er mjög hrifinn á frú Kákoni. Mjög flott. Og hún er með listilegustu brjóst sem ég hef séð. Engan helvítis kvækjakaptinn! Nú vil ég að þú afreitir bréfið, orð fyrir orð, svo við getum borið saman. Þannig að takk fyrir bréfið. Tilkynni herra, við höfum verið vesturinn á varðstofu í 3 daga og hvorki fengið vopnið þurft herra. Þú útsmogni litli. Er þetta braga bjargið eitthvað? Heldur þú fáum nú bara skokka út á vikstöðarnar? Ég skal láta hengja þig! Ég skal þvoða þig næstur! Lukas, bara svona okkar á milli. Hversu oft ertu búinn að negla frú Káka? Bara svona gróflega. Ekki reyna að segjast bara að sendi henni þetta eina bréf. Fyrir nokkrum árum var ég 3 vikur í Erla. Giljaði nýja ungverja kellu á hverjum degi. Unga, gamla, stutta, hávaxna, sköllótta og skeggjaða. Ég neldi þær svo rækilega að þegar ég sneri aftur til herdeildarinnar, þá gat ég varla gengið. Já, ég hlust ekki á svona helvítis! Helvítis! Góðlegs! Bastarðar! Veistu hvað spurðina að segja? Hvað helvítis njósnarahjálpi spurðina? Spurði hvort ég væri slavófílisti. Slavófílisti. Hvernig get ég verið slavófílisti? En ég veit ekki hvað það er! Sjáðu nú til, Vótiska. Það besta sem þú getur gert er að þykjast vera hálfbján. Ég þykist ekki vera hálfbjáni fyrir nokkuð mann. Auðvitað veit ég að Sveik er bara peði. Kerfisbundinni niðuristarfsemi á framgöngu bæheimskra herðdauða í gegnum Ungverjaland. Hann er ekki eins heimskur og hann lætur. Bragðið sem hann náði fram með þessu bréf. Ég kann vel við helvítis Hóruson. En til þess að forðast málsókn, þá verðum við að koma ykkur út úr Búdapest. Þið Sveik verið sendir til Sagnir höfusmanns í 11. fótgöngudegi. Ekki 11. Sagnir? Jú, en að frábæru 11. Þar að auki ætla ég að hækka Sveik í tigg upp í Byrðaröf. Byrður? Hann hefur sýnt einstaka hæfileika til að spila fingurum fram og þið munið þurfa á þeim að halda. Þið leggið að stað á Vígstöðarnar í Galesíu í kvöld. Já, en Byrðaröf? Sveik! Sko, þú veist ekki hvernig það getur endað. Þú veist ekki þú þekkir. Jæja, Sveiki. Ætlar að fara á Vígstöðarnar? Þú segir mig ekki gera svoleiðis. Vótiska, á hverjum degi eftir stríð skaltu koma á kramma hjá Palile klukkan 6. Hvernig er hún? Hún er alveg að þínu skapi. Þau selja velkopp upp á viski. Það er helvítisland. Svo eru stelpur á þetta stundu líka. Nú? Sjáðu til þess að vera nokkra kvöldi sem ég kem. Ég skal gera það. Segjum það dátti, klukkan 6 eftir stríð. En Vótiska, komdu frekar 6:30 ef ég skildi telst. Tilkynni herra, Schröder ofursti bölvaði mér örlítið, en hann sá að ég var saklaus og sagði mér að tilkynna mig af þér sem byrðarvörð. Byrðarvörð. Með umsjón með öllum okkar byrðum, lötum það hvers? Þið erum glataður. Nei. Við erum að fara á Vígstöðarnar, herra.
Galaxíu, lestin til Vestur Galaxíu, leggur á stað frá Brautarpalli 9, 11. fótgöngudeild 91. herdeildar. Gangið von! Gangið von! Sem mun skipta sköpum í njósnastríð okkar nú. Ég get ekki lagt naga áherslu á hversu mikilvægt þetta vopn er. Án þess erum við glataðir og hjálpar á. Og hvað svo þetta vopn? Heyri ykkur spyrji. Haha, hvað segir það? Syndir feðra eftir Ludvig Ganghofer. Hún 8 tímar að koma víluna. Flestir og blasir 101 og læra það þetta vopn. Hvernig á ég að færa 1000 menn dag eftir dag með ekkert nema póstkort? En þetta eru póstkort með mynd af hans hátign Frans Jósef. Það gerir það ekki næringaríkari. Ég er búin að reyna allt. Ég er búin að reyna pirkartekpóstur, póstkortar, kattalekkur. Ég er búin að reyna það allt. Veistu það, ég var matreiðslu meistari á Habsburg. Ég trú alveg á líf eftir dauða. Vel á minnst, hvernig vilt þú deyja? Hvað? Hvað þýðir það? Kokka eitthvað svoleiðis? Hver heldur að þú sé? Neðan á dáti. Ég vann einu sinni sem blaðamaður og því hefur verið skipað að sagnarittar herdeildarinnar og mér hefur verið skipað að skrá hetjudóður okkar í Orrustu. Og þar sem við verðum allir fallnir innan skams, hefur mér verið skipað að skrá hetjudóður okkar fyrirfram. Okkar verður minnst sem síðustu hetjudeildarinnar í öllum austurískum ungverska hernum. Skeytastjórinn til dæmis, hann var mjög ánægður með sín döðdag. Hann féll eftir að hafa varið vitsíma sín gegn 12 morðóðum kósakum með blýanastur og skinkursamloku á vopni. Hvernig vilt þú deyja? Hattu þau nú svona, óbreiði. Veistu það? Ég trú alveg líka á sálnvalla. Ég las einu sinni sálnvalla. Fyrir nokkrum árum ákvað ég að mennta vegna þess að ég vildi ekki dragast aftur. Ég fór á lesstofu iðnaðarfélagsins í Prag, en vegna þess að ég var með gött á flugssónum og héldu þegar ég væri þarna kominn til þess að ræða yfirhöfn sem ég á kastað út aftur. En þeir flýttu sér það mikið að þeir gleymdu að taka af mér bókina sem ég hafði náð. Hún var sálnvalla. Þetta hljómaði mjög skynsamlega svona fræðilega sér, en þegar stríð skellur á, þá hlýtur sálnvalla að verða afar flókið. Hversu margar breytingar það sálagangi gegnum áður og getur orðið fótgöngulíf, eða byrðavöld, eða pappa kokk. Og svo, áður sálinn getur vanist nýja líkamannum, þá er það sprengdur í tættum sprengingum. Og þá fer sálinn í hest í riddaraliðinu og þegar hesturinn er sprengdur í tætt með annarri sprengingúlu, þá fer sálinn í kú á næsta túni sem er bara að fylgjast með atburðum. Og svo þegar átökin hætta og glósarnir hermennir sjá beljuna, þá drepa hana til þess að búa til gúrlasúlinn. Og þá fer sálinn aftur í dátak hérna. Æ, þegiðu nú! Ég var matreiðslu meistari á Habsburg og núna er hálfur þegar að gera grín á mér. Lestin ekkur landbúnaði héröð og leitinant Dúbb kemur auðvitað á bónda sem gerir hlé á vinnu sinni. Leitinant Dúbb? Já. Hvað er að gera? Transkotans nefningjó! Svikari hérna! Þetta er bóndi! Leitinant Dúbb! Við erum ekki komnir út fyrir okkar landsvæðin! Í kvíðastöðu! Óvinnurinn alls... Syndir feðrana, leitinant Dúbb! Syndir feðrana, sakar höfðkvæður. Vilt þú einn Frans Jósef með sinni, eða hvað? Hvað er því? Hvaða örlög hafði hann að sé huga fyrir mig? Þú ert erfiður, herra Sveinn. Ég hef að finna einhver alveg sérstök örlög hans og þér. Jæja, herra myndir. Blasið 161, syndir feðrana sett á myndi. Eru þið búinir að læra þetta bóka? Já, herra, sakar höfðkvæður. Já,
Það kona að nafni Marta og sem að skrifa leikrit. Hún geymir það í skúffunni á skrifborðinu sínu og hún tekur það upp úr skúffunni og athugar hvort áhorfendur muni hafa samúð með hetjunni. Já, Alfreður og öðru máli, herra. Marta verður vonsvikið, hún brennir leikritið. Það getur vel verið, en það er ekki það sem skiptir máli í þessu tilviki. Það sem ég ætla að segja ykkur núna, herra mínir, það er í fullum trúnaði. Og af hverju er þetta leyndarmál? Heyri ykkur spyrja. Ég skal segja ykkur það. Það er að því að þetta er nýja, óbrigðulega aðferðin okkar við að dulkóða símskeyti sem geta farist eða glatast á vígvellinu. Tilkynnið, herra. Já, Lukas. Við virðumst hafa fengið hér fyrra myndið. Fyrra myndið? Það getur ekki verið. Ég sagði skýrt og greinilega við byrjavörður. Byrjavörður! Já, Lukas, herra! Það er Sigó! Syndi, ferðarinn eins og beðið var herra. Nei! Þetta er fyrra myndin! Þetta er það sem að það bjarga okkur! Tilkynni, herra, já, herra. Ég veit ekki mikið bækur, herra. Ég hef bara þekkt einn rithöfund, hann Hassen. Hann las oft sögurnar fyrir okkur á kránni hjá Palliberg. Þetta voru mjög sorglega sögur. En við hlófum eins og bavíanar á meðan hann grét og borgaði drykkina fyrir alla. Nema það. Ég fór á herdeildaskrifstofuna og birgðarstjóri sýndi með bækur. Við hlófum dátt að þeim, skal ég segja. Vegna þess að það voru í 2 hlutum. Fyrra bindi hérna og seinna bindi hérna. Og eins og ég sagði þér, þá veit ég ekki mikið bækur þeirra. En ég veit það þó að maður byrjar ekki að lesa bækur á seinni hlutum. Það átti ekki að lesa þessa bók. Eins og ég sagði þeirra, ég veit ekki bækur. Ég er að segja það í allra síðasta sinn. Krimi skítum að öxlu varu út að aka. Alltaf hóköngunni sveppið höfustöðu í Budapest. Rugglingur með góðabók. Erum í skítum og öxlum og öxlum að út að aka. Ráðleggirarnar mín í skipuna til víginu næja austur Galísíu. Við að reyna hurð neðan á dáti. Við erum glataðir og hjálpa það. Jæja. Allir út að víga! Kannski er það bara ég. Kannski er þetta raunveruleikinn. Öll þessi sundurtættu hús, svörtu lífvanatré, útar á holti og beinum og einkennisbúningar í skít og drullu. Kannski er þetta allt saman eðlilegt ástand. Kannski er það bara ég. Kannski er það ég sem er gerðveikur og heimurinn er réttur á því. Til anskotast með það allt saman. Ég kann að bíða. Hver ert þú? Hver er ég? Ég er bara áhugaðismadur. Þú ert ekki nákvæmleismadur. Þú ert illur maður að stela byrðum hersins. Nei, ég er aldrei áhugaðis. Ég sver að ég var það. Ég er það. En nú er ég örvæntingarfullur. Ég er örvæntingarfullur maður. Slepptu mér ógeðið. Þú ert hvorki örvæntingarfullur né áhugaðis. Þú ert illur maður með illt í huga. Og ég skal frelsa þig frá illu. Ég þarf ekki frelsun. Ég þarf bara mat. Þú eru kannski áhugasamari næst. Ég þekki þig, hvað hefur þú verið? Að kaupa brjóstsíkur, herra. Ég var að smakka þá og þeir bragðast alveg eins og sólberasulta. Viltu einn? Þú þekkir mig ekki. Tjekkir þig, lautin að dúpp, herra. Þú veist hvað ég heiti. En þekkir mig í raun og veru. Tjekkir, herra? Nei, herra.
Hvað var þetta? Ég get svoleið svarið það! Þetta peningar minni! Ég get svoleið svarið það! Ég sá það! Flösku háls er það! Hvað er ég anskotan? Þetta var hérna! Þú... Hvað? Já, herra! Þetta er drykkjavatn sem ég setti í tóma koneiksflösku, herra. Ég er mjög fyrstur eftir að borða öll þessi nætursöldu postkort. Ég held að kokkurinn hafi ekki útvatnað þau nægilega. Segðu mér það, ef þetta er vatn. Af hverju er vatnið þá gusta? Tilkynni, herra, ég held að það sé dálítið mikið járn í vatninu, herra. Nú, já. Dálítið járn hefur nú aldrei gert nokkru illt. Hvað fyrir fyrstu dáti? Kjöptu svo vel. Drektu. Upp til lagrana. Það verður helvítis krafta ef ég næ ekki brjóta þig. Nei. Leðið mér sákvæðan í flöskunni dáti. Komdu með hérna! Hanskotinn! Komdu með! Tilkynning! Það var alveg heilmikið járn í vatninu, herra. Ég skal svo gefa þér járn. Hvar hérstu þessi flöskunni dáti? Þú férst að mér bara skarða það ekki. Þetta var ekki vatn. Þetta var konjak! Tilkynni, herra. Ég fékk það þarna í ryðguðu dælunni, herra. Já, tóllinn við þá að smakka. Tilkynni, herra. Það sem að hundarnir voru að míga og skýta, herra. Þú færðu varðið að kynna þig og þú slæma tæmið eða var ekki þetta horfið. Kom þig að dátt og gerðu hæfingar og byggjum með þessa flösku. Staða! Hægri! Vinstri! Hægri! Skrú! Vinstri! Skrú! Tilbaka! Staða! Hægri! Skrá! Vinstri! Skrá! Tilbaka! Rétt staða! Undirbúa bæn! Rjúpa á bæn! Ljúka bæn! Miða á landvegg! Tilbúin! Miða á! Vöðu skoti! Hendur þess! Halda mig! Vöðu skoti! Inn í bílið er hann að þeirra! Tilkynna herra! Við erum að sökva! Við erum að sökva! Tilkynna herra! Renna miða og býð frekari fyrirvarðar eftir að þú para! Yfirgefið skipið! Yfirgefið skipið! Tilkynna herra! Renna miða og býð frekari fyrirvarðar eftir að þú para! 4268. Það er sama númer á þessu rifli og var á Einreiðibraut 16 í Petski. Skemmtir tilviljun eftir að þú para. Það átt að fara með Einreiðara til viðgerða til Lisunar Dlaber. En Einreiðarstjóri var ekki sennilega talnaklökkur og því kallaði brauthesturinn hann inn á skrifstofu til sín og sagði við hann. Það er að ferð með Einreið númer 4268 í viðgerð. Ég veit að þú ert ekki sennilega talnaklökkur og ef ég skrifa þetta niður fyrir þig, þá bara tínur við hann. En ég skal kenna þér á þess að muna númer. Sko, númeru Einreiðin er 4268. Fyrsta talið er 4, önnur talið er 2. 4 deilt með 2 er 2. Þá ertu komið með 42. Svo margfaldar þú 4 og 2 og fær 8, sem er síðasta tal. Eina sem eftir að muna er þriðatalan 3 sinnum 2 eða 6. Og þá ertu komið með númeru Einreiðina og þannig það og eða þá halda við og við fekka fyrirvara. Tilkynni herra að ég heiti þetta ekki alveg, en enn að miða og býð frekari fyrirvara. Það er auðvitað leið til þess að muna númer. Þú veist það, 2 sinnum 42 er 84. Það eru 12 mánuðir í árinu og þess að dregur þú 12 frá 84 og fær 72. Síðan eru 12 postur, en nema jútasöðing. Svo dregur aftur 12 frá 72 og fær 60. Haltu 6-unni og stryk hann úr ljóð.
Þá ertu komin 4, 2, 6, 8 og 4. Og þegar þú strikar 0 út, þá getur þú strikað síðasta fjarkar út í leiðinu og þá er númerið komið þeirra. Hendur huginu, renna miða og bíkvækja. Tilkynna hana, skotmiðist af að höfðu vissunni. Hvað þú sveik? Tilkynna þetta að þú kannski herra. Nautin að Dúbb var að refsa mig með því að láta mig gera æfingar herra af því að henni náðist á konjak æfinu braskarnum herra. Ég datt í huga að það myndi glæðja þig af því að þú virtist vera frekar niðurdregin. En þegar hann spurði mig hvað ég hefði náð í það, þá sagðist ég hefði náð í það að það ryðguðu dælun herra sem hundandi voru að míga og skít herra. Og hann fekk sér væna sopaði herra og ég held að það sé ekki góða hress herra. En tilkynna herra, hann skipaði mér að drekka konjak ekki herra og ég held að Tilkynna herra! Vígstöðarnar í Vestur-Galaxíu á framgang!
er mikið kostur fyrir bændurna, Löfnfjörð og Kassi. Þegar að rykið af heilu herfylki leggst yfir akrana hjá þeim. Þegar ég gegndi herþjónustu, þá höfðum við lautinant sem hét Banja. Og í hvert skipti sem að hermennirni kvörtuðu við því að matur var óeitur, þá sagði hann alltaf: Hvað haldið að þetta sé? Veitingahús? Í stríði þá kvarta mótið sem þeir grafnir í ekki undan ykkur. Og henni er nákvæmlega sama hvað þið fenguð að borða fyrir andlátið. Þið bara rotnið í mótið, upp til agna, með húð og hári. En hafið þið ekki áhyggjur? Ekkert hverfur á eilífu. Upp úr mótinni sem þeir grafnir í vex korn í brauð, handa nýjum hermönum, sem kvarta líkhönda matnum sínum og verða sem grafnir í þeirri sömu mót og gera hana frjósama að nýju. Það var nákvæmlega þetta sem hann sagði. Þegiðu, Svein! En tilkynna það, ertu ennþá eitthvað fúll út af þessu smáeina riskilík en þeir Búdapest? Eða er það okkur eftir að þú, herra? Ég vissi ekki að fengi kóleru úr yðgudar. Ég er að skýtsamur Löfnfjörð og þú, hann gekk það sem hann afti í skýri. Og þú smittar hann ekki á kóleru. Það var með blóðkreppu svo greimdan vitlaust. Sett hann á kólerudildina og þar fékk hann kóleru. Sjú! Ég hefði nú ekki viljað hafa það á samvisku. En er það átt syndur ferðara? Syndir ferðara? Já, herra. Syndir ferðara er þess að hjálpa okkur að skilja nákvæmlega hver fyrirmæli okkar væru. Þá hefði við vitað nákvæmlega hvað átti að láta massir út í opinn dauða. Já, en tilkynni, herra, af hverju ertu þá í svona vondu skapi? Svein, ertu blindur maður? Sérðu þetta ekki? Sérðu ekki dalinn? Sprengan í tækku? Þetta er alls að vara Sveinur. Tilkynni, herra, það er eins og að risamótbarpa hafi grafið að allar í sundur í nótt. Og sjáðu þarna Löfnfjörð, Lukas. Hann er austurrískt hermannastík og það er meira að segja ennþá söknungur í því. Akkur eftir akkur að hvítum nafnlausum krossum. Þetta er ekki beint prak. Ekki beint? Ertu hálfjáni? Já, herra. Svein, segðu mér sögu. Tilkynni, herra, ertu nú alveg viss um það? Mér datt... Segðu mér einu af söguna þínu, Svein. Mér datt nú reyndar einu í hug þegar þú sagði mér að horfa daginn. Hún var konu sem rækt pósthús í Nýlefsku. En ég veit nú reyndar ekkert af hverju mér datt hún í hug. Æ, hætti að rugla þetta, Svein. Já, herra. Ég skal hætta að rugla. Þessi saga er nú líka endurnisrugl. Ég veit nú ekki af hverju mér datt hún í hug. Og það hlýtur bara að eðlist að heimskar. Endaði með póstkerlingun í Nýlefsku. Já, herra. Næstu ég búin að gleyma henni. Hún var ágætlega góð kona og segði sínu skildustörum vel á pósthúsi. En hún hafði þá rangbrúminn að allir væru að níðast á henni. Á hverjum degi læsti hún pósthúsinu og fór með lista á lögreglustöðuna yfir fólk sem hún taldi að hefði verið að haga sér ósæmilega gagnvart. Sá sem að ofsótti hana mest var prestur, sem hún taldi að hefði verið að haga sér ósæmilega gagnvart þann daginn. En varðstjórinn vissi að téður prestur hafði verið að haga sér ósæmilega gagnvart frænku hans og sagði henni því að koma sér í burtu og hætta áhuga sig. Nefnd lækna skoðuðu hana og dæmdu hana snarklikkaða og óhæfa til þess að stunda opinber störf hennar. Þetta er lélegasta saga sem ég hef heyrt lengi. Já, herra. En það var ég búin að segja að hún væri endurnisrugl, herra. Ertu ekki hræddur, Svein? Hræddur við hvað, herra? Nú allt þetta. Eins og ég sagði þér, herra, þá er þetta ekki beint prak. Þetta er martröð, blóðvöllur, endalok heimsins. Það? Þú ert kannski ekki sveitlaus og þú vilt vera láta. Ó, jú, herra, ég er það svo víst. Þetta er kannski þín aðferð til þess að takast á við allt þetta. Sjá ekkert dýrt, heyr ekkert dýrt. Er satt best að segja, herra,
þá veit ég ekki hvernig ég kemst af yfirleitt. Það verður verið ástfangin, Sveik. Tilkynni herra, það var ein kona herra. Elskaði hún þig? Það var þegar ég deyti Herfjólfs. Hún sendi mér þessi bréf. Ég einmitt með það hérna með mér. Ég hefði það með mér hvert sem ég þeim. Það mér að heyra það. Já. Helvítis kvikindi, daunilli djöfulsins bastarður. Krist ríðistjóri kom í leiði til Prag og ég damsaði á Kronni. Hann sagðist að hafa séð þig með einhverju dræsu á glaða froskinum. Það allt búið á mitt okkar, þín fyrrverandi Bótsena. P.S. Krist ríðistjóri kann sko hitt og þetta fyrir sér, skal ég segja þér, og hann ætlar að gefa þau duglega á húðurinn þegar hann kemur aftur í búðirnar af því að ég bað hann það. Daunilli djöfulsins bastarður. Ég hræddur þig. Ég einnig hræddur þinn herra og mér ætlað að sjá þig. Brúna myrkrum miðja nótt, meðan aðrir sofa rótt, að mér hvíslar ástarstund, óttan vekjum burtum stund. Haltu mér, haltu mér. Horfðu á mig, Sveik. Já. Eitt skipti fyrir öll. Getur ekki tekið hann auðasvip á andlitinu. Tilkynni herra, ég get það alls ekki herra. Sagðist hafa eitthvað sérstætt í huga fyrir mig, en ég sviknaði. Bók hinna dauðu. Neðanmáls við opinbera sögu. Góðadóttir Sveik hitti fyrir flokk rússneskra dáta þegar hann var í könnunarleiðangri. Honum tókst að leika áfram með því að þykjast gefast upp og massera með það minn á akur morandi í þeirra eigin jarðsprengjum þar sem þau sprungu allir í tætlum. En því miður brann ekki búningur hans við það, svo hann var að fara í búning af einu dauða rússanum og fljótlega handtekinn af austurískum herflokki sem krossfesti hans í svikara þegar þeir uppgötvuðu að hann var í raun tjekki í rússneskum herbúningi. Austuríska partiðarsveitir eru ekki sérlega hliðhollar tjekkum. Það virðist vera, herra dómari. En þetta kemur mér svo sem ekki mikið á óvart, þar sem ég hef aldrei haft heppnina með mér. En
er þetta sannleikurinn, herra dómari? Sannleikurinn? Nei, sannleikurinn var það fyrsta sem gekk í stríðinu. Og nú liggur hann grafinn, ekki athöfn með árangri, heldur því hvernig frá að sætt. Og þetta er þín saga. Þú ert neðanmálsgrein í mannkynssögunni. Þannig að það hefur eitthvað orðið úr mér eftir allt saman. En hvað með Lautinant Lukas? Það er ekkert hann í opinberum gögnum. Og farðu nú heim, herra Sveik. Hafðu mín ráð og farðu heim. Ég lofaði að sjá Lautinant Lukas. Þetta er kúan, herra Sveik. Fingurinn eru lofið til fullt og allt. Hefur hann sest þér í dag, frú Pallevek? Takk. Komdu nú með eitt velkopp og viski handa mér. Hann hlýtur að fara að koma. Lautinant Lukas er mjög stundvís og hann er líka góður offísir. Þeir hefði átt að vera búin að hækka hann í tigg fyrir lungu. En því miður, þá hefur forsjónin ekki brosað við honum. Gjörðu svo vel, herra Sveinn. Takk, frú Pallevek. Var einhver af þínum ættingum í stríðinu, heilaga móðir? Ég held ég býði bara örlítið lengur. Þeir hljóta að fara að koma. Vodiska líka, hann kemur áræðanlega. Hann er á snjall, já hann er á snjall til þess að láta plata þessu út í einhverju vittleysu. Þetta minnir mig á þegar ég var að bíða eftir hennu Ferdinand. Ferdinand Lissaði. Ekki Ferdinand hundaskipti.